Snyrtifræðingar hafa ítrekað kært starfsemi leyfislausra snyrtistofa til lögreglu og að mati Samtaka iðnaðarins grasserar þar eftirlitslaus glæpastarfsemi. Lögregla rannsakar 17 eigendur nagla- og snyrtistofa í Reykjavík. Hagur eldri borgara hefur stórbatnað frá aldamótum og fátækt minnst í elstu aldurshópunum samkvæmt nýrri rannsókn. Forsætisráðherra Danmerkur bað í dag Grænlendinga afsökunar á því að settar voru getnaðarvarnar lykkjur í þúsundir grænlenskra kvenna án þeirra vitundar. Einn þolenda segir meira þurfa að koma til. Ríflega milljarður fer í að leita að og virkja jarðvarma á stöðum þar sem nú notuð raforka eða olía til húshitunar. Vestfirðingar eru misbjartsýnir á það tækist. Ég held að ég verið dauðaður það gerist. Það hefði verið landráð að selja Lýsi HF úr landi, segir forstjórinn. Útgerðarfélagið Brim hefur samið kaup á fyrirtækinu fyrir 30 milljarða. Gott kvöld. Breyta þarf lögum til að stemma stigu við leyfislausum snyrtistofum að mati Samtaka iðnaðarins. 17 eigendur slíkra stofa eru með réttarstöðu sakbornings. Snyrti- og naglastofun sem bjóða þjónustu á lágu verði hefur fjölgað mikið síðustu ár og eins og framkom í Kveik í gær leiti athugun í ljós að allur gangur á hvort stofurnar hafi starfsleyfi. Snyrtifræðingur lögverndað starfsheiti og Samtök iðnaðarins gæta hagsmuna þeirra. Til þess að starfrækja snyrtistofur þarftu að vera með meistararéttindi og eftirlit með því í höndum lögreglunar. Við höfum í gegnum árin gagnrýnt skort á eftirliti ef við teljum þörf á lagabreytingum til þess að tryggja bæði virkt eftirlit og til þess að lagaumgjörðin sé algjörlega skýr. Samtökin leggja til að eftirlitinu verði framvegis einungis sinnt af heilbrigðiseftirlitinu en nú þá á ábyrgð þess, lögreglu og Vinnumálastofnunar. Því miður að þá hefur þessi glæpastarfsemi fengið að grassera í eftirlitslausu umhverfi. Samtök iðnaðarins hafa nýverið samstarfið eigendur smáforritsins Núna þar sem bóka má ýmsa þjónustu meðal annars á snyrtistofum og þar má sjá menntun þar sem veitir þjónustuna. Bara vottaðir sem meistarar eða sveinar sem að tryggir svona auðvitað ákveðna neytenda vernd. Þannig að fólk á að geta séð eða fer í Núna hvort að það sé meistari á stofun eða ekki? Já. Lögreglu og heilbrigðiseftirliti könnuðu starfsemi 21 nagla- og snyrtistofu í vor, rannsókn stendur enn. Það hafa nokkra stofur verið kærðar og það eru 17 af þessum 21 sem eru til rannsóknar. Og fyrir hvað? Í flestu tilvikum það skortur á meistarabréfi sem eru þá iðnaðarlögin og svo í örfá tilvikum það sem að ræða brot á útlendingalögum. Það starfandi í dag? Ég er ekki nákvæmlega kunnur það. Ég reikna með að flesta séu starfandi en við náttúrulega förum svo að fylgja málunum eftir. Þegar við erum að sjá hvernig þessi starfsemi og hvernig hún liggur, þá munum við gera það. En eftir hverju þarf fólk að horfa? Vilji fólk tryggja að það fái meðhöndlun hjá fagfólki og að snyrtistofa sé starfrækt á löglegan hátt? Það var náttúrulega alltaf að skoða hvort það séu meistarabréf eða sveinsbréf hangandi inn á stofu hvort fólk hafi leyfi einmitt til þess að starfa. Og á Ísland.is listi yfir útgefin meistarabréf. Brynhildur segir að innan snyrtifræðingastéttarinnar séu sívaxandi áhyggjur af fjölgun leyfislausra nagla- og snyrtistofa. Þetta hefur verið mikil ógn núna, síðustu 3 ár hefur þetta bara aukist gríðarlega. Og hvað verið að bjóða upp á þessum stofum? Það alls konar, það neglur, það nudd, það vax, það eru andlitsmeðferðir, litun, bara augnhára lengingar, augnhára permanent, það er í rauninni bara allt í boði, bara hvað má bjóða þér. Í rauninni það sama á öllum öðrum snyrtistofum? Já, í rauninni getum við svolítið sagt það, já. En það talsverður verðmunur? Já, það líka eitthvað sem að allavega myndi svona vekja hjá mér einhverja svona grunnsemdir að það væri ekki alveg allt í lagi, sko. Þetta mikið rætt innan fagsins? Já, rosalega mikið. Þetta er mikið hitamál.
Hefur félagið ykkar vakið athygli á þessu við stjórnvöld eða eitthvað annað slíkt? Já, við erum alltaf bara, það var á tímabilið þar sem við kærðum rosalega mikið. Hvern kærðu þið og fyrir hvað? Við kærðum stofur fyrir brot á lögum handina, nr. 42 frá 1978, fyrir að fara inn á okkar svið, inn á okkar lögvöndun, framkvæma meðferðir sem eru undir okkar lögvöndun. Þetta kærðu til lögreglu? Já. Kom eitthvað út úr þessu? Nei, bara ekkert. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, bað í morgun þúsundir grænlenskra kvenna sem í var sett getnaðarvarnarlykkja að þeim forspurðum afsökunar. Afsökunarbeiðnin kom í tilfinningaþrunginni athöfn í menningarhúsinu í Nuuk, höfuðstað Grænlands í dag. Auk Frederiksen héldu Jens Frederik Nielsen, formaður landsstjórnar Grænlands og 2 konur sem voru þolendur tölum. Í ræðu sinni sagði forsætisráðherrann að samfélagið sem hafi átt að verja konurnar, sem sumar hverjar voru barnungar, hafi í staðinn valdið þeim skaða. Engin stúlka eða kona ætti að upplifa það sem þær upplifðu. Flere af jer har fortalt, at I har båret smerten med jer hele livet. Følelsen af skyld og af skam. At I mistede tilliden til andre mennesker. Mange af jer har levet med psykiske, fysiske gener. Og nogle af jer har mistet evnen til at få børn. Jeg kan næsten ikke forestille mig noget mere ulykkeligt. Kære kvinder, kære familier og kære Grønland. I dag er der kun én rigtig ting at sige til jer. Undskyld. Undskyld for den uret, der blev begået mod jer, fordi I var grønlændere. Undskyld for det, der blev taget fra jer, og for den smerte, det forvoldte. På vegne af Danmark. Undskyld. Hallgrímur, þetta var býsna tilfinningaþrungið. Hvernig var athöfnin? Já, það má segja að það hafi varla verið þurrt auga í menningarhúsinu í Nuuk í dag að tilfinningarnar voru það miklar. Þarna blandast saman bæði gleði yfir þessari viðurkenningu á órétti en líka ennþá mikil sárindi yfir því að konurnar hafi verið beittar þessu órétti. Þetta voru yfir 4.000 konur sem urðu fyrir þessu. Og það gengur nokkar hreinlega út undir ræðu Mette Frederiksen þegar hún var að biðjast afsökunar af því að þær bara gátu hreinlega ekki hlustað. En Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, formaður grænlensku landsstjórnarinnar sem baðast afsökunar á þessum aðgerðum eftir árið 1992 þegar grænlendingar tóku yfir heilbrigðismálin. Þau gátu eiginlega svona ekki haldið aftur af tilfinningum sínum heldur og ekki hvað síst þegar fulltrúar þolenda héldu tölu. Og hvað kom fram í máli þeirra? Já, það sem þeir sem töluðu þarna sögðu að þessi afsökunarbeiðni hefði mikla þýðingu. Töluðu meira segja það að nú veru grænlendingar svona loksins viðurkenndir jafningjar í þessu ríkjasambandi. En eitt fórnarlambið sem reyndar hálf grænlensk og hálf færisk og var 13 ára þegar getnaðarvarnarlykkjan var sett í hana, hún sagði að þessu mætti ekki ljúka með afsökunarbeiðni. Min historie endte mirakuløst med at jeg blev mor til 2 vidunderlige børn. 2 vidunderlige døtre. Alt for mange kvinder fik aldrig denne mulighed. Jeg personligt tager imod din undskyldning. Jeg tror på, at ordene ikke står alene, men følges af handling. Handling, der kan bringe fred i sindet og retfærdighed i vores hjerte. Og hvert verður þá framhaldið? Já, það stendur núna yfir rannsókn sem snýst sérstaklega hvaða lögbrot voru framin með þessu. Hún á meðal annars að svona úrskurða það hvort að þetta teljist þjóðarmorð eins og Mútibí eða þáverandi formaður landsstjórnar fullyrti síðasta vetur. Þessi skýrsla kemur út snemma á næsta ári. Þá verður líka væntanlega tekin afstaða til einhverja sanngirnisbóta. Það var búið að höfða mál á hendur danska ríkinu vegna þessa máls. Það mál svona aðeins í biðstöðu þangað til þessi skýrsla kemur. En þetta og annað þessu máli tengt verður rætt betur við Vilborgu Ásu Guðjónsdóttur, alþjóðastjórnmálafræðing í Kastljósi að loknum fréttum. Takk fyrir þetta, Hallgrímur.
Rafmagni sló út víða á höfuðborgarsvæðinu rétt eftir klukkan 4 í dag. Það varði lengst í Vesturbæ Reykjavíkur, á Granda og Seltjarnarnesi eða í ríflega klukkustund. Umferðar- og gönguljós voru úti sem reyndist snúið fyrir bæði akandi og gangandi á háanna tíma. Þá þurftu viðskiptavinir matvöruverslana frá að hverfa í rafmagnsleysinu. Rafmagn komið á ný en enn verið að greina orsakir bilunarinnar samkvæmt upplýsingum frá Veitum. Yfir í annað. Þrátt fyrir háa vexti og verðbólgu hefur íslenskur almenningur náð að auka sparnað sinn allverulega undanfarin misseri. Innlán heimila hafa vaxið hratt eftir því sem vextir hafa hækkað, enda hægt að fá mjög góða ávöxtun. Í ársbyrjun 2023 áttu Íslendingar rúmlega 1200 milljarða í innlán, en innistæðurnar nálgast nú 1800 milljarða. Athyglisvert að aukninguna má að langmestu rekja til elstu aldurshópana. Innistæður þeirra sem eru 50 ára og yngri hafa aukist að meðaltali 300.000 krónur síðustu ár en 2,3 milljónir að meðaltali elstu aldurshópunum. Þessi ríflegi sparnaður hjá eldri hópunum á sér skýringar. Margir í þessum hópi hafa greitt niður sín húsnæðislán og hafa því meira aflögu til að leggja til hliðar. En þessa tölur styðja einnig niðurstöður rannsóknar sem sýna að hagur eldri borgara hefur stórbatnað á undanförnum árum. Ef við skoðum þetta út frá tekjum til dæmis, út frá lágtekjumörkunum og fátækt, þá engin hópur í Íslandi sem stendur jafn vel og eldri borgarar. Kolbeinn kynnti niðurstöður á rannsókn á lífskjörum eldra fólks í dag og segir hann að niðurstöðurnar bendi til þess að fádæma árangur hafi náðst í baráttunni gegn fátækt eldra fólks. Megin ástæður bættra lífskjara eldri borgara liggja í lífeyrissjóðakerfinu. Það stærsti þátturinn. Það eru þetta aðrir hlutir sem gerast í bakgrunnum líka, hver kynslóð með örlítið meiri menntun sem þýðir aðeins hærri tekjur og annað slíkt, en stóri þátturinn eru lífeyrissjóðir. Gjarnan talað kjör eldri borgara og öryrkja í sömu andrá, en Kolbeinn segir það úrelta umræðu. Það hafi átt rétt á sér aldamótin, en í dag séu þessir hópar eins ólíkir og hægt að vera. Það má hins vegar ekki kannski líta fram hjá því að þeir eldri borgarar sem búa við fátækt, þeirra fátækt oft mjög djúp og þetta oft fólk sem hefur búið við fátækt alla ævi. Þannig að þau eru komin á okkur stað þar sem að svigrúm til að bæta kjör sín ekki til staðar og lít kannski öðrum hópum sem búa við fátækt. Og það kannski kallar á einhvers konar sérstök úrræði til þess að hjálpa þeim úr fátæktinni á þessum síðustu árum. Til stendur að hitaveituvæða alla þéttbýliskjarna landsins. 18 verkefni fá samtals ríflega milljarð í styrki til að virkja og leita jarðvarma þar sem nú notast við rafmagn eða olíu til húshitunar. Jarðhita auðlind Íslands í rauninni ennþá öflugri heldur en kannski fólk þorði að vona. Það engin köld svæði á Íslandi. Það jarðhiti út allt. Við þurfum bara finnan og beislan og það það sem þetta átak gengur út á. Jarðhiti jafnar leikinn. Yfir 90% íslenskra heimila hafa aðgangað jarðhita. Hinn þurfa að sætta sig við dýrari hitunarkost. Jóhann Páll bendir á að með jarðvarma nýtingunni sé hægt að draga úr olíunotkun og losun gróðurhúsalofttegunda. Við erum að ná fram alveg svakalegum orkusparnaði með þessum aðgerðum sem við erum að ráðast í. Umhverfis- og orkustofnun hefur metið svona væntan ábata og orkusparnað af þessum aðgerðum og hann í raun jafngildir heildarframleiðslu allra virkjana Orkubús Vestfjarða á einu ári. Fram til ársins 2028 fer rúmur milljarður í að styrkja leitað heitu vatni þar sem raforka eða olía eru notuð til húshitunar í dag. Jarðhiti jafnar leikinn snýst almenna húshitun en núna erum við að fara í næsta jarðhita átak sem snýst líka verðmætasköpun og atvinnuþróun og að ýta undir tækniframfarir á sviði jarðhitanýtingar. Þannig að mögulega verður þetta svona kannski meira horft til jarðvarma sem orkuöflun í framtíðinni? Já, og við erum bara rétt að byrja. Flest jarðvarma verkefnana eru á Vestfjörðum eða 7. 6 eru á Austfjörðum, 3 á Suðurlandi, 1 á Vesturlandi og 1 á Norðurlandi eystra. Einna hæstu styrkirnir fara til Seyðisfjarðar. Þar verður féð nýtt í miðlæga varmadælu sem gerir fjarvarmaveitusstaðarins hagkvæmari en hún nú raf- eða olíukynt. Einnig verður borað eftir heitu vatni og fleira. Hér á Seyðisfirði kyndikostnaður frekar hár og Hótel Aldan hérna fyrir aftan mig til að mynda með gistingu í nokkrum gömlum timburhúsum og hitareikningurinn hátt í 1.000.000 krónur á mánuði.
Hvernig hefur verið að hita hús hér á Seyðisfirði? Sko ég að borga svona ekkert svo mikið eftir ég gert 2 húsum mitt í gegn, en ég heyri að það eru margir að borga alveg upp í 40 skall á mánuði og sumir meira. Og við ræddum við fólk á fleiri stöðum sem fá styrki í átakinu. Ég líst bara mjög vel á það. Það er bara jákvætt. Hvar ætlar hann að finna heitt vatn? Ég meina við erum öll í vandræðum að fá heitt vatn. Ég held að ég verið dauðaður það gerist. Og bara mín tilfinning að þetta verður örugglega dýrara fyrir okkur Vestfirðinga. Það lítur að vera gott fyrir þá sem að geta nýtta. Ég veit ekki hvort það sé svo mikið fyrir okkur hérna fyrir vestan. Það getur orðið ódýrari kynding. Ég hef með kyndistöða kynnt hérna í Ísafirði. Það getur orðið ódýrara. Sprenging sem varði í miðborg Ósló í Noregi í gærkvöld tengist mannráni og skipulagðri glæpastarfsemi. 2 13 ára piltar hafa verið handteknir vegna málsins. Sprengingin varð á horni Pílestrætis og Parkgötu í miðborg Óslóar klukkan 9 í gærkvöld að staðartíma skammt frá Bislett frjálsíþróttaleikvanginum. 2 sprengjum var kastað úr bíl en aðeins önnur þeirra sprakk. Enginn slasaðist í sprengingunni en skemmdir urðu á framhlið eins hús. Lögreglan girti stórt svæði af meðan hinn sprengjan var gerð óvirk. Sprengingin tengist frelsissviptingu í Ósló í síðustu viku. Þá var 24 ára karlmanni rænt og hann fluttur úr landi. 3 eru í haldi vegna þess máls. Foxtrot, eitt frægasta glæpagengi Svíþjóðar, talið tengjast þessum átökum. Ja, nå har vi gått ut og sagt at den teorien om at dette har en kobling til kriminalitet, konflikter mellom kriminelle, den styrket gjennom etterforskningen i natt. 2 13 ára piltar voru handteknir vegna sprengingarinnar. Annar þeirra var sóttur á Barnaverndarstofnun. Öðrum þeirra var lofað 30.000 norskum krónum, 360.000 íslenskum, fyrir verknaðinn. Dette jo barn som ikke kan straffes, som under den strafferettslige gjerningsalder. Og det gjør jo også at vi må ta vare på dem på en annen måte. Engin ný gögn gefa ástæðu til að ætla að notkun paracetamóls á meðgöngu valdi einhverfu. Lyfjastofnun Íslands árétti að þetta í tilkynningu í dag eftir að Trump Bandaríkjaforseti og Robert Kennedy heilbrigðisráðherra gáfu út opinber tilmæli þess efnis að barnshafandi konur skyldu ekki nota lyfið Tylenol sem inniheldur sama virka efni. Lyfjastofnun vísar í nýlega úttekt Lyfjastofnunar Evrópu þar sem niðurstaðan var að engin tengsl væri þarna á milli og segir konum því óhætt að nota lyfið á meðgöngu. Útgerðarfélagið Brim hefur samið kaup á Lýsi hf. fyrir 30 milljarða króna. Kaupin eru háð samþykki stjórnarfélagana, hluthafa fundar Brims og samkeppniseftirlitsins. Forstjóri Lýsis til 25 ára og stærsti eigandi þess heldur áfram starfi og segir að aldrei hafi komið til greina að selja fyrirtæki úr landi þrátt fyrir eftirspurn þaðan. Pabbi, viltu opna? Og þið auðvitað að hlusta á regluna. Hiti og veðurfar svipað allt land í dag. En hér eru ákveðin kaflaskipti að eiga sér stað, ekki satt? Jú, mætti kalla það, en hins vegar þá erum við að fá inn aðila sem mjög sterkur í hráefnum, sem tryggir okkur hráefni í okkar frábæru vörur. Já, við erum búin að ákveða að fara lengra í virðiskeðjuna. Við erum í kvótaþakinu, þannig að það best fyrir okkur að fara í meiri framleiðslu á Íslandi og lengra og Lýsi tæknifyrirtæki í heilsu og jafnvel lækningavörum og Lýsi bara á okkar mati mjög gott og tæknilegt fyrirtæki. Það kannski ekkert lögninga mála, það eru svo sem sóst eftir fyrirtækjuna af erlendum aðilum, en það verður ekki komið til greina af okkar hálfu, þannig að við teljum það bara að vera landráð ef að Lýsi hafa færi úr landi. Þetta partur af landsmönnum, þetta fyrirtæki, allir eiga sína lýsisögu. Og hversu mikið eru þið að framleiða hérna í verksmiðjunni? Það alveg gríðarlegt magn. Inn í verksmiðjuna koma 18.000 tonn og út úr henni 13.000 tonn sem eru dálítið margar matskeiðar af lýsi. Verða einhverjar breytingar gerðar á rekstrinum? Nei. Lýsi, alla morgna.
Spjallþáttastjórnandinn Jimmy Kimmel segist aldrei hafa ætlað að gera lítið úr morðinu á pólitíska áhrifavaldinum Charlie Kirk. Þáttur Kimmels sneri aftur á ABC sjónvarpsstöðina í gærkvöld við mikinn fögnuð aðdáenda hans. Þátturinn var tekinn á dagskrá fyrir viku vegna ummæla Kimmels morðingja Kirks. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna sem lýst hafði ánægju með þá ráðstöfun, gagnrýndi harðlega að Kimmel væri kominn aftur og hótaði að látið yrði á þetta reyna gagnvart sjónvarpsstöðinni. En Kimmel var klökkur þegar hann útskýrði mál sitt í þættinum. You understand that it was never my intention to make light of the murder of a young man. I don't think there's anything funny about it. Erica Kirk forgave the man who shot her husband. She forgave him. That is an example we should follow. A government threat to silence a comedian the president doesn't like is anti-American. That's anti-American. Í tilefni af gulum september geðlestin á leiðinu landið og í kvöld stödd í Hofi á Akureyri. Þar Selma Margrét Sverrisdóttir. Hvað að vera í kvöld? Hér í kvöld verður hægt að fræðast geðrækt og tala svona geðheilbrigði og almenningur bara velkomin hingað og hérna hjá mér maður sem veit nú kannski aðeins meira málefnið, Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Hverju má fólki búast í kvöld? Það má búast við bara ýmsu. Hér geðrækt á dagskrá og hvernig við getum hlúða geðheilsunni, maður getur talað það, maður getur spjallað það sem manni liggur á hjarta og síðan við að fara landið að tala þetta sem skiptir okkur öll máli og það hvernig við ræktum okkur, hvernig við verðum betri manneskjur og hvernig við erum betri við fólkið okkar. Og í ofanálag líka tónlist og fleira sem hægt að njóta og þetta eftir 40 mínútur og fyrir Akureyringa og nærsveitamenn auðvelt að komast hingað. Verðum svo á Neskaupstað eða í Neskaupstað svo við höfum það rétt á morgun. Mikið stuð. Eitthvað sérstætt sem þið viljið að fólk labbi með hérna út í kvöld? Kannski að vera bara að sýna mildi og vera meira við í staðinn fyrir ég. Við erum svolítið að skauta skautun í samfélaginu gagnvart bara ýmsu og það gott að vera mildur. Og MC ætla svo að reka lestina hérna. Ég sé að þið eru með kassagítarinn með ykkur. Verður þetta rólegt og rómatískt eða sé að vera með læti? Ja, þetta verður róleglæti í kvöld. En ég stundum hef ég hótað því að vera bara rólegur. Og það hefur enda bara með að amma einhvers að taka steitstæf. Þannig ég veit ekkert hvað að fara að gerast hérna í kvöld. Þannig þú lofar engu? Ég lofa engu og öllu einhvern veginn. Og ég peppaði við erum talað 40 mínútur í þetta. Þannig að þeir að sjá þetta núna hérna á Akureyri, hlaupa niður í Hof og njóta. Getið þið gefa okkur svona smá dæmi stemminguna? Já, bara, það verður svona eitthvað. Heyri kaffivélinni og sit á móti þinn og bolla, gerir mig glaðan. Fá ekki meir. Já, við fáum ekki meir, en hvað verður í Kastljósi í kvöld, Urður? Við ætlum að ræða öryggis- og varnarmál í tengslu við drónana sem flóið flugvöllina í Kaupmannahöfn og Ósló á mánudaginn. Þeir verða hjá mér, þeir Jónas Allansson skrifstofustjóri hjá utanríkisráðuneytinu og Auðun Kristinsson hjá Landhelgisgæslunni. Við ræddum líka við hana Vilborg Ásu Guðjónsdóttur, stjórnmálafræðingi í dag lykkjumáli á Grænlandi og hvað þessi afsökunarbeiðni Mette Frederiksen þýðir fyrir konur í landinu. Svo í lokinni komið að Felix og Klöru eða Jón Gnarr og Eddu Björgvins og nýrri sjónvarpsþáttaröð þar sem þau fara með aðalhlutverkin. Við missum ekki að Kastljósi, takk fyrir þetta, Urður. En fyrst skulum við líta til veðurs. Á morgun verður suðlæg átt á landinu. Yfirleitt fremur rólegur vindur miðjan daginn en strekkingur norðvestan til fram eftir degi. Lengst af bjart og þurrt norðanlands en annars rigning eða skúrir. Hiti 9 til 15 stig, mildast norðan. Hvessir sunnan til annað kvöld með samfelldri rigningu og útlitir fyrir mikla rigningu suðaustanlands. Gefnar hafa verið út viðvaranir vegna úrkomu sunnan og austanlands annað kvöld. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Ísland átti 3 keppendur á HM í klifri sem fer fram þessa dagana í Suður Kóreu.
Íslensku keppendurnir komust ekki áfram úr undankeppninni en segjast hafa lært heilmikið af því að hafa tekið þátt á þessu sterka móti. Það gustaði hinn franska Hugo Ekitike sem fékk rautt spjald í lok leiks Liverpool og Southampton í gærkvöld fyrir að fara úr treyjunni í fagnaðarlátum. Þjálfari Liverpool segir málið heimskulegt. Förum við þetta í íþróttum hér eftir andartak. Helstu atriði frétta. Snyrtifræðingar hafa ítrekað kært starfsemi leyfislausra snyrtistofa til lögreglu og að mati samtaka iðnaðarins grasserar þar eftirlitslaus glæpastarfsemi. Lögregla rannsakar 17 eigendur nagla- og snyrtistofa í Reykjavík. Hagur eldri borgara hefur stórbatnað frá aldamótum og fátækt minnst í elstu aldurshópunum samkvæmt nýrri rannsókn. Forsætisráðherra Danmerkur bað í dag Grænlendinga afsökunar á því að settar voru getnaðarvarnarlykkjur í þúsundir grænlenskra kvenna án þeirra vitundar. Ein þolenda segir meira þurfa að koma til. Ríflega milljarður fer í að leita að og virkja jarðvarma á stöðum þar sem nú notuð raforka eða olía til húshitunar. Vestfirðingar eru misbjartsýnir á að það takist. Það hefði verið landráð að selja Lýsi HF úr landi, segir forstjórinn. Útgerðarfélagið Brim hefur samið kaupa á fyrirtækinu fyrir 30 milljarða króna. Þetta upptalið hjá okkur í bili. Við minnum á að það alltaf hægt að senda okkur fréttaábendingar á netfangið fréttir@ruv.is. Ríkisútvarpið með fréttavakt allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Með okkar augum, 15. þáttaröð þessara margvelunuðu þáttar sem vakið hafa athygli fyrir nýstárleg og frumleg efnistök. Fólk með þroskahömlun vinnur þætti